Já, góðan dag, gott fólk. Við erum hér stödd í samstöðunni og við ætlum núna á næstu dögum að vera með þætti þar sem við fjöllum sérstaklega málefni sem eru mjög mikilvæg fyrir landsbyggðina. Við erum að tala það sem við ætlum að tala í dag meðal annars, það eru samgöngumál og vegamál og svo á næstu dögum munum við einnig fjalla fleiri mikilvæg mál tengt landsbyggðinni og þá erum við að tala meðal annars heilbrigðismál, kvótakerfi, menntakerfið, landbúnaðinn, innviði, atvinnumál og ýmislegt svona þessu tengt. En í dag það samgöngumál og vegamál. Það þarf ekki að hafa mörg orð það að samgöngumál og vegamál eru gríðarlega mikilvægur þáttur í því að landsbyggðin geti dafnað og þrifist og byggðastefna, það sem ekki séð vel fyrir samgöngum, hefur bara tilhneigingu eða getur bara orð á blaði en lítil framkvæmd í verki. Þannig að hér erum við að tala viðfangsefni sem ræður úrslitum oft og ekki bara það hvernig samgöngurnar sjálfar eru heldur aðgöngu eða aðgang fólks að mörgu öðru mikilvæg og þar sem samgöngur eru lélegar hætt á því að fólk fara á mis við tækifæri til annars konar þjónustu. Atvinna og samgöngur eru órjúanlega tengt og þar sem samgöngur eru vondar þá minnka atvinnusvæði og tækifæri minnka og svo framvegis. En ég ætla ekki að segja meira þetta, ég hér með mér hér Guðmundur Auðunsson sem oddviti framboðs sósíalista í Norðvestur og kjördæmi og Guðmundur hagfræðingur sem hefur haft mikinn áhuga á samgöngumálum og þekkingu á samgöngumálum og vegamálum og hann hér kominn og við ætlum að spjalla þetta og síðan ætlum við að fá hér viðmælanda síðar í þættinum. En ég ætla að byrja því kannski að spyrja því Guðmundur þegar við tölum vegamál og samgöngumál og mikilvægi þeirra, hvað það sem svona kemur þér fyrst í hug? Takk fyrir Árni. Fyrsta lagi, kannski að byrja á því ég í Suðurkjördæmi. Afsakaðu. Nei, þetta skiljanleg mistök. Landsbyggðarkjördæmin, þau eru öll mjög mikilvæg og eiga margt sameiginlegt. Þegar við tölum samgöngur, þá það fyrsta sem að maður kemur í hug, það tenging milli atvinnusvæða og íbúasvæðana. Þess vegna eru samgöngur algjört lykilatriði til þess að halda búsetu í landinu. Þegar við höfum verið að horfa, sérstaklega núna á nýfrjálshyggjuárunum, þá höfum við að horfa á þjónustuna að vera að þjappast meira og meira saman til Reykjavíkur eða þá suma þjónustubæi sem hafa verið út á landi en sérstaklega til Reykjavíkur. Og þá eru þetta samgöngur algjört lykilatriði bara til þess að sækja þjónustu. Nú líka til þess að byggja upp, ef við ætlum að byggja upp þjónustu kjarna út á landi, þá þarf líka að tengja byggðirnar við þá kjarna. Það ekki nóg að leggja bara áherslu á, segjum hringveginn, sem kannski það fyrsta sem fólki dettur í hug þegar að vera að tala samgöngur og landsbyggðina. Og þannig að við þurfum að samgöngur inn í sveitirnar og milli sveita og byggða kjarna eru þá gífurlega mikilvægar. Þannig að þess vegna eru samgöngur miklu meira heldur en bara að komast frá stað A til B. Þeir eru algjörlega grundvallaratriði í hagkerfinu á svæðunum og líka í þjónustutengingu. Ef þú átt síðan að leggja eitthvað mat á það, hvernig þessu málum almennt háttað, almennt á landsbyggðinni og hvernig staðan og svo í þínu kjördæmi, Suðurkjördæmi, og hvaða forgangsmál myndir þú sjá fyrir þér ef að þú fengir miklu ráði eða yrðu í þessu málu til að bæta stöðuna þar sem þörf á? Já, landið almennt, það vildi svo til að í vor þá var ég að ferðast með sósíalistarútunni. Við fórum allt landið og það var svona áberandi til dæmis samgöngunetið á suðurhluta Vestfjarða. Þannig að
þegar við erum að tala kjördæmi þá hugsaði maður, já kannski við á Suðurlandi erum allavega betur stödd heldur en þetta, en það breytir því ekki að það þarf að bæta við alveg gífurlega mikilvægt. Ég held að við höfum verið að gera ákveðnuleyti rétta hluti. Við höfum verið að gera það of hægt og við höfum verið að eiginlega of mikil hræðsla við að fjárfesta í innviðunum. Það er tilhneiging hjá ríkisstjórnum, það er að halda aftur af fjármagni til framkvæmda vegna þess að það er svona litið svolítið mikið á það, já við höfum takmarkað fjármagn, en þess vegna getum við ekki verið að veita neitt ekstra í samgöngur eða við verum að taka hægar eða hraðar eftir skattatekjum. Þetta er röng sýn. Það sem skiptir alveg gífurlega miklu máli fyrir hagkerfið og fyrir framfarir í hagkerfinu, það er að vera með góða samgöngur, þannig að þetta er fjárfesting. Og fjárfesting skilar auðvitað ekki þeim arði eða þeirri virðisaukningu sem að við viljum fá fyrir en að það búið að fjárfesta í henni. Þannig að það er mjög mikilvægt að byggja upp mjög öflugt samgöngunet til þess að skapa þennan virðisauka í samfélaginu sem kemur frá mörgu. Og lítum til dæmis á í dag. Ferðamannaiðnaðurinn er auðvitað orðinn gífurlega mikilvægur. Það þýðir að álagið á samgöngunetið eykst stórlega. Þannig að nú erum við ekki bara að tala að þjónustu við bændurnar eða við þjónustubæina á landsbyggðinni eða við sjávarútvegsbæina. Núna erum við að tala alveg gífurlega aukningu á ferðamönnum. Þannig að álagið á samgöngunetið verður auðvitað miklu meira. Og þetta til þess að halda, og við höfum mikið verið að ræða það að við viljum dreifa ferðamannunum meira um landi þannig að við séum ekki mikið álag á ákveðna þætt eða ákveðna landshluta þar sem að ferðamenn verið að safna mikið saman og samgöngur er algjört lykilatriði í því og þess vegna. Og þá erum við ekki bara að tala vegasamgöngur, við getum verið að tala flugsamgöngur líka, til dæmis tengingar við Egilsstaðaflugvöll eða Akureyrarflugvöll fyrir erlenda ferðamenn, það er auðvitað mjög mikilvægt og svo þannig að við erum að tala samgöngur sem algjört, sem er grundvöllurinn fyrir ferðamennskunni og líka þegar við getum stýrt ferðamennskunni á sem hagkvæmastan hátt. Þannig að ef eitthvað er að þá hafa samgöngur aldrei verið mikilvægar í íslensku samfélagi fyrir heldur en núna. Sammálaður og eitt sem ég hugsa á mjög oft í sambandi við samgöngumál og hvernig er hægt að halda byggðum eða gefa fólki kost á því að búa þar sem það vill búa og búa sér til þar líf sem er eftirsóknarvert og blómlega byggður og allt það og það náttúrulega veltur á því að það sé hægt að halda fólki í byggðunum og ef að samgöngur eru slæmar og fólk það hefur augljóslega eins og þú lýsir afar slæm áhrif fyrir atvinnulífið og alls kyns hagkvæmni og fjárfestingar í samgöngum þarf alltaf að meta svona til langs tíma ef ég skilði rétt hagfræðinginn og hvað það getur skilað miklu ef menn vilja vera með þessa arðsemismælingar. En það er líka alls kyns þjónusta og bara aðgangur að til dæmis ýmsu sem fólki finnst nauðsynlegt að hafa eins og það að geta komist til læknis með öruggum hætti og jafnvel velferðarþjónusta og menntun fyrir börnin. Ef að samgöngur eru vondar þá eru líkur á því að það sé grafið undan aðgangi að þessum tækifærum. Er þetta ekki líka eitthvað sem skiptir miklu máli? Jú, ég held að það er eitt sem að við gleymum oft þegar við erum að tala að halda byggð í landinu. Þá erum við venjulega, og byggð hefur auðvitað þróast, það verið mörg samfélög, sérstaklega sjávarútvegssamfélög, vegna kvótans, sem er nú annað stórt umfjöllunarmál, að hafa skroppið saman og raun og veru lagð efnahagslega í rúst. Og það er oft verið að tala það að þá koma það er þessi hagkvæmnisútreikningar nýfrjálshyggjutímans. Það er það að það er hagkvæmara að vera með eina stóra höfn, segjum á Ísafirði, frekar en að vera að halda út í höfnum á Tálknafirði og Þingeyri og svo framvegis, bara nefna eitt dæmi. Þessi hugsun er röng vegna þess að
við erum að tala samfélög ekki bara efnahagskerfið í kringum þau, samfélög fólk, fyrst og fremst samfélög fólk. Og það alveg gífurlegt virði, eða það alveg gífurlegt verðmæti í samfélaginu sem slíku. Og að ef að fólk rifið kannski upp frá rótum, frá sinni heimabyggð, þá hefur þetta mikil áhrif á einstaklingana sem manneskjur. Þess vegna verðum við að losna út úr því að horfa á samfélag byggðirnar einungis frá efnahagslegu sjónarmiði. Við erum að líta á þetta frá mannlegu sjónarmiði. Það þýðir auðvitað ekki að við getum haldið uppi allri þjónustu í öllum byggðum. En aftur á móti, það sem að nýfrjálshyggjan hefur verið að gera seinni árum, það að þjappa saman þjónustuna á sífellt færri og færri staði. Tökum heilbrigðiskerfið mjög gott dæmi. Það verið að meira og meira. Það eins og það sem að fór að gerast í heilbrigðiskerfinu, ég veit að við erum ekki að fjalla um heilbrigðiskerfi en þetta tengir samgöngunum, það að það var lögð áhersla á það að arðsemi fjárfestingana, sem þetta snarvitlaus leið til að líta á þegar þú ert að leggja fjármagn í heilsugæslu, þú ert að leysa heilsu, þá eins og þá voru komu inn, og þetta eitt af stóru vandamál, ekki bara í heilbrigðiskerfinu, í öllu hagkerfi nýfrjálshyggjunnar, að koma inn allir þessir ráðgjafar, frá fyrirtækjum eins og Deloitte eða einhverjum fínum fyrirtækjum, og voru að gera úttekt á öllu mögulegu, úttekt á samgöngukerfum, úttekt á heilbrigðiskerfum og svo framvegis, úttekt á sjávarútvegskerfum. Og þeir eru koma með sín reiknilíkun, og reiknilíkan getur sagt að ok, það hagkvæmara að leggja áherslu á þessar fjárfestingar, og þessar fjárfestingar geta annað þessari byggð, hvort sem er í heilsugæslu eða samgöngum, og þannig að samþjöppunin á þjónustunni hefur orðið meiri og meiri. Þetta gerir þetta verkum ef að fólk ætlar að sækja þjónustuna. Við viljum auðvitað snúa þessu við að hluta. Það ekki hægt að snúa þessu algjörlega við, en við viljum snúa þessu við að eins miklum hluta og við getum. En ef að fólk á landsbyggðinni þarf þá að sækja þjónustuna, og það kannski þjónusta sem það gat sótt í heimabyggð áður, getur það ekki lengur. Þannig að samgöngunar getur verið lífsspursmál, vegna þess að koma undir læknisendi til dæmis. Það akkurat þetta, og þessi þröngi mælikvarði á hlutina sem ættir að reikna bara í arði, hann afar vondur oft, og sérstaklega þegar svona mikið sem lífskeið og grunnþjónust í húfi, og ákveðnir hlutir og samgöngunar tengjast því ákveðin þjónust beinlínis í stjórnarskránni segir að allir eigi að hafa jafnan aðgang að heilbrigðisþjónustu og velferðarþjónustu og menntun, ákveðinni menntun, og ef ekki sé fyrir góðum samgöngu þá alveg ljóst að þetta getur orðið innihaldslítill réttur fyrir þá sem búa einhvers stað, þar sem samgöngunar eru lélegar, hafa ekki möguleika að ná í þessa þjónustu. Þannig þetta hangir allt saman. Þetta hangir allt saman. Algjörlega, og svo hann líka hitt sem ég langaði til að heyra þig fjalla svolítið og það það að eftir því sem þú ert efnaminni og jaðarsettari, og ef að samgöngunar eru ekki góðar, og tala ekki ef almenni samgöngur eru litlar eða lélegar, þá alveg ljóst að þetta leiðir til ennþá meiri mismunun gagnvart þeim sem eru efnaminstir og geta ekki keypt sér fína jeppa eða eitthvað slíkt þess að bruna heldur eru jafnvel háði því að einhver keyrið á eða eigi ekki bíl og bara hafi ekki efnaði. Hvað segir þetta og hvaða sýn hefur á hvernig eigum við ef við viljum byggja upp réttlátt samfélag að nálgast samgönguna til að reyna að draga úr þessari mismunun tækifæri og jafnvel aðgangað þjónustu sem mannréttindi í skilningi stjórnarskrárinnar. Nákvæmlega. Þarna komum við að lykilatriðinu. Þetta hangir líka svolítið mikið á spýtunni og ég veit að í mínu kjördæmi það hefur mjög mikil uppbygging í sérstaklega 2 byggðakjörnum, það Suðurnesjunum og í kringum Árborgarsvæðinu. Og þetta að hluta til vegna uppbyggingar og þetta uppbyggingar þjónustu, sérstaklega Árborgarsvæðinu og þá bæði í tengslum við landbúnað og ferðamennsku. Og líka það að pressan á húsnæðispressan í Reykjavíkursvæðinu hefur orðið gífurleg og húsnæðisverð hefur farið
algjörlega á böndunum og það hefur ýtt oft efnaminna fólkinu út af höfuðborgarsvæðinu og jafnvel á bæi á Suðurnesjum og bæjum fyrir Austafjall sem það ekki, þetta gott fólk og gott að fá það, en það þýðir það að margt af þessu fólki jafnvel að sækja vinnu í Reykjavík og allavega þjónustu. Og þannig að fólk algjörlega háð þessum samgöngum til þess að sækja vinnu. Þannig að fólk það eru alveg ótrúlega margir sem að keyra frá Suðurnesjum á höfuðborgarsvæði að sækja vinnu vegna þess að það hefur ekki efni á þeim búa á höfuðborgarsvæðinu eða sumir vilja búa í Suðurnesjum sem gott mál. Þannig að allar hugmyndir sem koma að því að rukka fólk fyrir þær vegalengdir sem að það þarf að ferðast, til dæmis vegatollar eða hækkun og bensíngjaldi, þetta kemur verst við þetta fólk. Og í raun og veru vegatollar ekkert annað en landsbyggðarskattur. Og landsbyggðarskatturinn sérstaklega fyrir það fólk sem þarf að sækja vinnu og þjónustu. Og hugsum þetta þannig, lítum aðeins á eitt dæmi. Við erum með fólk sem þarf að sækja til dæmis, við erum með takmarka jafnvel á svo stórum bæi eins og Selfossi, þá erum við með vantarmarka þjónustu, til dæmis geðlæknisþjónusta mjög skortinn skammti, heldur sé hún orðinu engin eftir, sálfræði þjónusta, þannig að þú ert að taka kannski börnin þín eða sækja sjálfur, geðlækna þjónustu, þannig að þú ert tvingaður til þess að fara til Reykjavík og að sækja þessa þjónustu, þar að segja ef þú ert ekki bara fastur á biðlista einhvers staðar í kerfinu. Og svo hafur ríkisstjórnin til dæmis með lögum sem voru sett 2020 einmitt búin að opna fyrir möguleikan að verðleggja eða sem sé að setja vegatolla á þessa spotta. Og þá er verið að rukka fólk aftur fyrir það að vera neitt til þess að sækja þessa þjónustu til Reykjavíkur. Á sama tíma erum við farið út í gegnum orkuskipti í bílaflotanum sem gott mál, en það þýðir það líka að þá kemur pressan á það fólk sem er efnaminna og hefur síður efna á rafmagnsbílum, að það borgi meira og meira af vegakerfinu. Þannig að þarna verður við að gera eitthvað til þess að laga óréttlæti á milli þeirra sem eru fátækir og efnameiri og samgöngur eru hluti af þessu. Varðandi að því myndist á vegatolla að þá þekkjum við ekki löng saga fyrir vegatollum, við hefum verið með þetta Hvalfjarðargöngin sem var svona fyrsta, og svo var Reykjanesbrautin á sínum tíma, það nú enn eldra dæmi, en að því þessi lög voru breytt þannig að þá orðið mjög einfalt mál að setja á vegatolla. Og maður óttast það að sérstaklega Sigurður Ingi samgönguráðherra búin að vera að tala jákvæðan hátt þetta, að það sé eðlilegt að þeir sem noti vegakaflarnir séu að borga fyrir það og byrjunin á að vera á brúnni, til dæmis Ölfusárbrúnni, nýju Ölfusárbrúnni sem við farum að byggja og Horn, þannig að ég sé fyrir mér það sé bara fyrsta skrefið og ég vildi nú gjarnan kannski fá tækifæri til að tala sérstaklega þessa brá. Það var einmitt það sem ég langaði sérstaklega til að spyrja út í. Ég las grein sem þú skrifaðir og þú skýrir það sjálfsagt betur eftir og snýst hluti kannski voru búnir til, ef ég skil þetta rétt, í Englandi sem átti að vera afskaplega góð aðferð, PPP, PFI og ég byrði að segja okkur frá þessu og þú varst að vara í þessari grein mjög mikið við að við færum þessa braut því að hún væri reynslan sýndi að hún geti leitt til þess að hagsmunir almennings yrðu ansi mikið fyrir bornir og einkaaðilar græddu ansi mikið á kostnað almennings. Segðu okkur aðeins frá þessu. Já, þetta kveikjan af þessari grein minni var svo að ég var að lesa, ég las viðtal við Sigurð Inga, samgönguráðherra, þar sem hann var að monta sig á því að loksins væri komin tíma á Ölfusárbrúna, nýju Ölfusárbrúna sem löngu komið. Við erum aðtóða það að þjóðvegur númer 1 með öllum ferðamönnum og allt að fer í gegnum, ekki bara fer í gegnum miðbæinn á Selfossi og þú ert að keyra á Vestlunargötu. Þetta ekki einu sinni það að þú sért að keyra í einhverju jaðri bæjarins. Þannig að það löngu komið tími til að setja þessa Ölfusárbrú og ætti verið löngu byrjað á henni. En hann með þá hugmynd vegna þess að nota það sem hann kallaði, það aldrei, Íslendingar virðast aldrei hafa verið, það aldrei of seint að taka upp lélegar hugmyndir erlendis frá og það virðist vera lenska hérna á Íslandi.
Þannig að það var eins og hann hefði fengið einhver uppljómum vegna þess að hann var voðalega stoltur að segja það í viðtölum við blaðamenn að hann væri komið með nýju samvinnustefnum. Hinn nýja samvinnustefna byggist á samvinnu hins opinbera og einkaaðila. Og hann nefndi sérstaklega það sem var kallað PPP á ensku, Public Private Partnership, og greinilega komið upp frá Englandi. Þetta fyrirbæri alræmt og bara til þess að gera langa sögu stutt svo alræmt í Bretlandi að það búið að leggja það af. Að þetta var sett á stera á tíma Tony Blair þegar hann var forsætisráðherra. Og hugmyndin einföld. Það það að við fáum einkaaðila til að fjárfesta í innviðum. Við séum það skólar, sjúkrahús og svo framvegis. Og síðan muni almenningur borga þessa innviði tilbaka. Það getur verið gegnum gjöld, til dæmis í vegagjöld, brúargjöld í þessu tilfelli vegna þess að þetta hugmyndin sem á að fjármagna Ölfusárbrú. Það getur verið gegnum vegatolla og eða það getur verið gegnum þjónustusamninga við ríkið. Þá til dæmis þú byggir skóla eða byggir sjúkrahús eða veg og bara rukkar ríki fyrir það til að langtíma leigu. Sko, pólitíkur sem eru svolítið hrifnir af þessu segja hvers vegna. Þannig að þá tekur þetta út úr, þá tekur þessa stóru upphæð sem kostar að fjárfesta í þessu, tekur það út úr ríkisreikningnum og dreifir honum á einhver ár, 30, 40, 50 ár. Þannig að þetta lítur voðalega vel út, þá geta monta sig af því að þeir séu að skila hagnaði, þeir séu að skila afgangi á ríkissjóði og svo framvegis. Og þess vegna eru pólitíkur svo rosalega hrifnir af þessu. En vandamálið það að einkafjárfestar, þeir þurfa að taka lán sem á miklu verri kjörum. Það enginn með 6 milljarða í vasanum til þess að fjárfesta í einhverju brú eins og brúin yfir Ölfusá. Og kannski lífeyrissjóðirnir en þeir fara ekki að fjárfesta svona mikla peninga í einni framkvæmd. Það fer eitthvað ólíklegt. Þannig að einkaaðilar þurfa að taka lán. Þeir eru að borga töluvert hærri vexti heldur en ríkið vegna þess að aðilar sem eru að lána svo fyrir svona framkvæmdir, ríkið eru núna að taka á mjög lágum vöxtum, bara rétt yfir núllinu. Þannig að það tækifæri til þess fyrir ríki að taka mikið af lánum núna. Þeir þurfa það, síðan ertu búin að setja svona píramídastruktúr yfir þetta fyrirtæki sem hefur verið að gera þessa framkvæmd, þannig að þú ert með helling af störfum fyrir svona middle management eða svona millistjórnendur sem geta verið að reikna út og svo ertu með arðsemiskröfuna. Þannig að þú ert að tala að minnst ákvæmstu 30% dýrara dæmi fyrir almenning. En pólitíkurnar vita þetta, en þeir telja það að því að almenningur tekur ekki eftir þessu vegna þess að þessu drifti við svo langan tíma. Eða það að þú borgar brúargjöld í ákveðin langan tíma og þú fattar ekki að þú ert búin að borga brúna 2 eða 3 að svipa og gerðist til dæmis með Hvalfjarðargangi. Hvað ætlum við höfum borgað þau oft í raun og veru? Það miklu ódýrara fyrir ríkið að taka þessi lán. Það ekkert að því að auka skuldastöðu ríkisins ef þú ert að fjárfesta í innviðum. Vegna þess að innviðirnir fjárfestingi mun skila sér í virðisauka fyrir samfélagið. Þannig að það ekkert að því og það ekkert að því að flýta framkvæmdum, sérstaklega þegar vextir eru svona lágir í dag, að það ekkert að því að flýta þeim og fara út í sem mesta framkvæmdir, sérstaklega við erum ennþá við töluvert atvinnuleysi og áhugulega eftir að versna í vetur, vegna þess að það ólíklegt að ferðamannaþjónustan yfir vetrartíman náðu sér eins mikið á strik og kannski við náðum þó í gegnum sumartíman. Þannig að þú ert með atvinnuleysi og þá gott tækifæri til þess að fjárfesta í innviðunum. En þetta þarf auðvitað að gera með því að ríkið taki lán og nýti sér þessa lágu vexti til framkvæmdana. Í þágu almennings. Nákvæmlega. Ég hvet alltaf til þess að lesa þessa greinina því að hún opnaði augum mín fyrir því hvað þetta væri varasöm leið en lúmsk. Og auðvelt einhvern veginn að blekkja fólk, viljandi eða óviljandi segja jafnvel, en niðurstaðan hins vegar þarna, og það það sem englendingarnir áttuðu svo á, og eru sem betur verið hættir þessu,
að þarna var líka bara tækifæri fyrir kapitalista ákveðinni tegund til þess að komast býsna hraustlega og spennan hjá almenningi. Nákvæmlega. Og þeir náttúrulega nú ansið duglegir í að íta í stjórnmálamenn að koma sér þangað, þannig að menn þurfa nú að passa sér svolítið á því líka að ýmsir verktakar og aðrir eru nú ekki alveg iðjulausir að því leyti til. Nei, og ég held að þarna hafi komið með lykilatriði, það að draumur, það virðist vera. Nýsköpunin í samfélaginu ekki hjá þessum sem svona helstu svona postulum nýfrjálshyggjunnar. Þeir eru alltaf að leita að hvernig þeir geta komist á ríkispenna. Þeir vilja einkavæða í heilbrigðiskerfinu, þeir vilja einkavæða í vegakerfinu, vilja einkavæða í orkukerfinu. Þetta raun og vera allt hluti sem ríkið í þann dag í dag, og með að komast á ríkispenna þá ertu komin tryggar tekjur. Þetta virðist vera draum, það eru þetta engin nýsköpun í þessu. Þetta algjörlega ónauðsynlegt fyrir samfélagið að búa til þetta kerfi. En að því þú nefndir til dæmis í Bretlandi, ein af ástæðan fyrir meira þess að íhaldsstjórnin þar varð að hætta þessu, það að ríkisendurskoðun í Bretlandi voru búin að reikna það voru 50 til 75 milljarðar punda sem að þetta kostar aukalega fyrir samfélagið, þetta PPP-fylleri sem þeir fóru á. Það svakar, peninga beint úr vasa almennings. Og allt saman endar þetta náttúrulega í því að ójöfnuður verði meiri. Nákvæmlega. Þarna fara fullt af peningu sem gætu farið í að styðja við þá sem verst standa og svo framvegis bara í vasana þeim. Sem áttu peningana fyrir. Og þannig að þú, ef ég skilði rétt, varar afar mikið við þessari leið. Já. Og þú segir ríkið á að kosta þetta. Já. Og það þá almennings. Já. Og svo varðandi almenningssamgöngurnar sem við nefndum áðan, hvaða hugmyndir ertu með varðandi gjald fyrir þær? Ég sé að sumir hafa talað að það ætti að vera gjaldfrjálsar eða minnst að kosta ákveðnar almenningssamgöngur. Ég sé líka bent á að í greinum að ef þú tekur strætó í Reykjavík þá borgaru 500 krónur eða hvað það og cirka það. En þú getur verið 25 mínútur þess vegna á milli hverfa, en ef þú tekur strætó eitthvað út á landsbyggðina þá getur það verið margföld fjárhæð. Segðu eitthvað svona þessa hluti. Þetta alveg gífurlega mikilvægt og ég skal segja það. Við komum líka að því að fólk eins og ég var að nefna áðan, að fólk hvernig leiti neitt til að sækja þjónustu. Sérstaklega frá þéttbýlisstöðunum nálægt Reykjavík. Sérstaklega þéttbýlisstöðunum nálægt Reykjavík. Ég til dæmis einn af frambjóðendum mínum í Suðurkjördæmi, hún fer reglulega á milli Reykjanesbæjar og Reykjavíkur og hún ekki með bíl. Þannig að þetta safnast upp kostnaður við þetta og til að sækja vinnu. Þannig að við viljum líta á það að almenningssamgöngur, það ber að stefna því að almenningssamgöngur verði gjaldfrjálsar. Og þar með viljum við að sjálfsögðu lengja það út á almenningssamgöngur út á land. Og þetta þannig getum við litið á það að ef að ég bý í Reykjavík, ég get sótt þjónustu í Reykjavík, og þá get ég kannski segjum bara labbað í þessa þjónustu. Ef ég bý á Selfoss og þarf að sækja sömu þjónustu í Reykjavík og ekki með bíl, þá þarf ég að sækja þetta með gegnum almannaþjónustuna. Og ég held að við eigum að líta á aðgengi að almannaþjónustunni eins og heilbrigðiskerfinu. Við eigum að líta á það út frá því að það ekki að vera kostnaður fyrir fólk að sækja þessu þjónustu af því að það býr út á landi. Þú getur kannski þurft að sækja heilbrigðisþjónustu hér til þess og þú þarft að vera á staðnum. Það ekki gert ráð fyrir því heilbrigðisþjónustukostnað. Verkalýðsfélögin, þau út á landi, ég var að tala við verkalýðsforingja til dæmis í Vestmannaeyjum daginn og hann var að segja það, þeir eru með nokkrar íbúðir í Reykjavík, aðalega til þess að fyrir fólk sem að sækja þjónustu hérna. Það eru verkalýðsfélög, það að segja verkafólki sjálft sem í raun og vera að borga fyrir þetta. Og þetta atriði sem að, ef þú ætlar að gera auka jafnrétti milli fátækra og ríka og landsbyggðarinnar úr höfuðborgarsvæðinu, þá mjög mikilvægt að líta á þennan kostnaðarhluta hjá fólki. Alveg samanlega.
Alveg sammála og þetta gríðarlega mikilvægt og það bara þannig að það eru býsna margir. Svo þetta sem keyra á milli og ég þekki þetta Akranesi, það eru býsna margir sem sækja til höfuðborgarinnar vinnu og svo þetta líka liður í því að auka nokkuna almenni samgang og það eru umhverfismál en það ekki, bara mikið umhverfismál að fólk taki frekar þá leið og mengun minki og svo framvegis. Þannig að allt þetta jákvætt að því leyti til. Allt jákvætt og tökum sér dæmi, það líka líklegra, jafnvel þó vegna þess að fólk út á landsbyggðinni oft mjög háð bílum, vegna þess einfaldlega að það þarf að sækja þjónustu en meira sem fólk sem var ætti bíl, ef það getur sótt þjónustu til Reykjavíkur og í ókeypis almenningssamgöngum, ég veit að fullt af okkar stuðningsfólki var mjög ánægt með það og myndi skilja bara bílinn eftir. Já, nú ætlum við að fá hér viðmælanda sem heitir Unnur María Máney Bergsveinsdóttir og býr á Ólafsfirði og ég veit það að Unnur María, hún hefur miklar skoðanir og reynslu og þekkingu af því sem við erum að ræða hér, það að segja hversu mikilvæga samgöngur eru fyrir ýmislegt út á landsbyggðinni og forsenda þess að það sé hægt að gera margt þar sem hægt að gera, meðal annars til að viðhalda góðri atvinnu og bara byggja upp blómlega byggðir. Velkomin Unnur. Heyrðu ég? Já, ég heyri vel í ykkur. Já, við heyrum í þér. Varstu svo gæfusum að heyra eitthvað í okkur Guðmundi hér áðan? Já, mér tókst það eftir nokkuð fall og skurður. Ég var að heima á vinkonu minni, ég var að náta hátalam hennar en það, við munum örugglega bara segja þér þetta og mista eitthvað að því, en ég eins og ég sagði þá veit ég að þú hefur mikla skoðanir og áhuga. Ég bara að gefa þér orðið og segir okkur bara hvað þér kemur í huga þegar talaður samgöngumál á landsbyggðina. Já, eins og segir, ég hef töluverða skoðanir á þessu. Ekki bara vegna þess að ég bý á Ólafsfirði, heldur að ég ætla að koma því seinna, heldur ég hef reynslu af samgönguúrbótum á öðrum stöðum á landinu. En við skulum byrja á því hvernig það að búa á Ólafsfirði. Það fyrir fyrsta, það frábært. Þetta innbyrður samfélag, við erum hluti af Fjallabyggð og hér eru alls konar starfsemi, fyrirtækjastarfsemi, einyrkjar, við erum með menntaskóla, við erum með grunnskóla, leikskóla. Við erum með þjónustu á báðum stöðum og náttúrulega forsendan fyrir því að Ólafsfjörður og Siglufjörður gátu sameinast í eitt Fjallabyggð og þar með styrkt okkar stöðu eru þetta Héðinsfjarðargöng. Og hérna kemur stórt en. Héðinsfjarðargöngin hafa gert okkur fært að vera eitt samfélag og börnin eru að sækja skóla og menntaskóla og allt kriss-kross funkar rosalega vel hérna á milli. En við erum bara ansi oft klippt úr sambandi við vegakerfið og þá er ég að tala um bæði til austurs og vesturs vegna þess að til austurs þar höfum við Múlagöngin og þau eru barn síns tíma, þau eru raun og veru bara slysagildra sem bíður eftir slysi og fyrir utan Múlagöngin sem eru kannski svo útskýrið fyrir fólk sem að þekkir ekki til, þetta eru því ég segi þau eru slysagildra þá ég veit þetta eru einbreið göng og það er mikið flæði umferður þessi göng sérstaklega á sumrin því að við Fjallabyggð erum vinsæll sumarleyfisstaður og reyndar líka vetrarstaður, kemur því síðar. Og svo annað, þessi göng eru bara ólögleg. Klæðningin er þannig að okkar fyrirverandi slökkviliðsstjóri, hann hafði það bara, það var ekkert launungamál. Ef það kviknar í þessu göngum, ef það verður árekstur og kviknar í bíl, þá fyrir það fyrsta, það er mjög erfitt að ná fólki út úr einbreiðum göngum, það þarf ekki nema eina góða bílveltu til að loka þeim. Og svo ekki þetta slökkvi, hann sagði hann ámyndi, hvað við slökkviliðsstjórinn okkar að ef það myndi kvikna þá er ekki þetta að gera nema að bíða í 3 daga eftir að myndi slokkna. Ok, og svo við þetta voru Ólafsfjarðar Múlagöngin. Þegar komin út úr þeim í áttina Dalvík, þá tekur við Ólafsfjarðar Múlinn sem einfaldlega oftar en ekki lokaður vegna snjóflóðahættu eða vegna snjóflóða. Ok, þá erum við komið með austurleiðina út í Fjallabyggð. Bara svo við vísum í gott aktuált mál, þá hafa kannski mörg þeirra sem eru að hlusta séð myndir í fjölmiðlum í gær af gríðarstórum grjótnullungum sem lokuðu leiðinu frá Siglufirði yfir í Strákagöng. Og
strákagöngin, þau eru bara handgrafin af atorkusömu fólki fyrir mörgum tugum ára, en þau þjóna engan veginn nútíma kröfum. Og svo kemur út úr strákagöngunum og ætlar að fara yfir fljótin. Og þar erum við að tala svæði sem heitir, þetta er kallað almenningarnar, sumir kannast kannski við þetta svæði sem málárskriðirnar. En þarna erum við að díla við á sumrin, jarðsig, grjóthrun og og veturnar, þá erum við að díla við bara snjóflóðahættu og snjóflóð. Og það var í fyrra vetur, þá vorum við innilokuð 34 daga yfir veturinn. Og 34 dagar að vera innilokuð, afklippt frá umheiminum, það er töluvert langur tími. Og þarna, þetta er náttúrulega svolítið langur formáli, en aðstæður okkar eru bara þannig að formálinn er mjög langur. Hér er rosalega margt að í samgöngumálum. En hvað þýðir þetta fyrir fólki hér? Þetta þýðir að sú þjónusta sem við þurfum að sækja út fyrir byggðarlagið, hún veltur bara algjörlega á veðri og færð. Við getum ekkert patta okkur tíma hjá okkur sérgreinalækni endilega inn á Akureyri. Það er ekki víst að vera fært. Og það sama gildir auðvitað líka, ókeypis í strætó, það gagnast okkur ekkert ef það er ekki fært héðan eða hingað. Þannig að þetta snýst heilbrigðismál, það sem við höfum horft upp á hér á undanförnum áratugum, eða sérstaklega undanförnum 2 áratugum, alveg eins og önnur samfélag á landsbyggðinni, það er alltaf verið að skera niður þjónustuna. Þannig að sjúkrahúsið sem var upphaflega hannað til að vera bara sjúkrahús sem öllum aðgerðum var sinnt, er eiginlega orðin, það er rosalega mikið búið að skera niður starfsemina. Það er eitthvað skurðaðgerðir framkvæmdar á Siglufirði lengur. Og bara núna í fyrra, þá lentum við í að einmitt þegar við vorum innilokuð, þá var maður það hrökk bara einfaldlega ofan á veitingastæðina, en sem betur fyrir var varðskipið í Höfn, þannig að það var þetta flytinn inn á Akureyri. Þannig að þetta er, öll þessi þjónusta sem við þurfum að sækja inn á Akureyri eða bara eitthvert annað. Við getum aldrei reitt okkur á að það sé fært, en það væri hægt að koma rosalega auðveldlega í veg fyrir þetta og tengja okkur nokkuð varlega við umheiminn, nema kannski einhverja mjög sérstaka daga á ári. Með þessum blessuðu göngum sem löngu er búið að rannsaka, þá á ég við annars vegar göng úr Hólsdal á Siglufirði inn í Fljót og hins vegar göng frá Ólafsfirði yfir á Karlsá. Og það var farið út í athuganir á þessum valkostum, svipað leit og hér fyrir að göng voru byggð. En þetta strandar allt á þessari blessuðu pólitík. Þess vegna er ég náttúrulega sósíalisti, vegna þess að þetta er flokkur sem tekur þessi mál alvarlega. En, nú erum við svolítið búin að tala um það sem við viljum sækja út úr byggðarlaginu og ég fór í heilbrigðismálin og þetta er öryggismál, þetta er þjónustumál, þetta er líka spurning okkur fyrir til dæmis að sækja menningu, sækja listir, sækja samskipti, bara þessi lágmarkskrafa að vera í góðu sambandi við umheiminn, eins og fólk er að glíma við á ákveðnum stöðum núna út á landsbyggðinni, til dæmis Seyðisfjörður. Þetta er spurning öryggi, þetta er spurning þjónustu og þetta er bara, finnst mér spurning bara lágmarks lífs skilyrði. Af því að það er ekki bara við sem að viljum sækja þjónustu héðan. Ok, við skulum aðeins rifja upp. Það er gamall brandari að þegar það er loksins lagður vegur í þorpið, þá noti allan til að flytja í burtu. Og það kom til dæmis fyrir í Skötufirði á Vestfjörðunum við Ísafjarðardjúp. Það var lagður vegur og það notuðu að mér skilst mjög margir bara til að flytja í burtu. En þetta er gamli tíminn. Þetta er gamli tíminn frá því þegar við vorum með það í hausnum, sérstaklega í kringum síðra heimsstyrjöld og þaðan upp úr þegar þú gast grætt í bænum og þú fórst á mölina. Það var ekkert þá svo mikið kannski, það var á mörgum stöðum sem var ekkert endilega bjartsýni, en málið er bara að staðan er allt önnur í dag. Heimur hefur breyst svolítið mikið og fólk er bara að sækja hluti til okkar. Við erum minnsett sumarleyfist varastaður. Eitt sem fáið vita, Ólafsfirði er eina bestu aðstæður Íslands fyrir brimbretti. Fólk sækir hingað allar ásins hring brimbretti.
við erum vetraríþróttaparadís og það skiptir svolítið miklu máli. Skíðasvæðið hérna dregur að sér ótal ferðamenn og ekki bara skíðasvæðið og lyfturnar, heldur hérna, við erum paradís gönguskíðafólks og fjallaskíðafólks og fyrir okkur. Sko, því tíminn fer að styttast, en þetta bara mjög áhugavert að heyra sem þú segir og dregur bara mjög skýra mynd að þetta snýst aðra röndina náttúrulega bara sko öryggismál og ef ég skilði rétt og ég reikna með að eftir því sem þú kannski ert háðari ákveðinni þjónustu sem ekki þarna, meðal annars ef þú ert sjúklingur eða ert með kannski börn eða eitthvað sem eru langveik eða eitthvað slíkt, þá þessi áhætta að það getur bara beinlínis loka staðgangur og þjónustu náttúrulega óbærilegur og fólk bara neyðist til þess að flytjast úr slíku byggðarlega. Er það ekki réttu skilningur hjá mér? Jú, að þú getur ekki, þetta bara svo kvíðvænlegt og hættulegt að fólk getur ekki búið þessar aðstæður. Og svo það hitt, svo ég skilji þér rétt líka að það eru bara fullt af tækifærum til að byggja þarna atvinnu, blómlega atvinnu sem nýta síður vegna þess að samgöngumálin ekki nægilega góð. Já, nákvæmlega, og mér langar kannski að hamra þessu vegna þess að það alltaf verið að tala möguleika okkar sem búum í þessum samfélögum sem eiga að hættu að lokast inni á vinnunar. Það tala þörf okkar til að fara út. En málið spurðu bara allt þetta fólk sem þurfti að hætta við skíðafríið sitt eða hérna gönguskíði, námskeiðið eða hvað svo sem það sem það bara hlakka svo mikið til í að fara í fjallabyggð, við erum með hótel hérna og alls konar vetrarþjónustu og vetrarævintýri og svo þurfti það bara hætta við því að það var ófært og við erum ekki að tala sko, málið hérna erum við að tala ófært sem löngu búin að sýna fram á með rannsóknum að það bara borlíkandi, við förum í þessi göng sem ekki einu sinni komin á samgöngu áætlun, skils mér, þótt að stjórnarmenn eiga til að tala eitthvað þetta í aðdraganda kosninga. En við þurfum að fara í þessu göng, ekki bara til að við komast burt, heldur líka til þess að þið komast til okkar. Já, þakka þér rosalega vel fyrir þetta innlög og verður hérna með okkur. Við verðum nú að fara að slá botnin í þetta, tíminn svona að klárast, en kannski í lokin, Guðmundur, eitthvað sem þér kemur í hug sem eftir þessa umræðu okkar og bara almennt þessi mál sem þú vilt kannski gera loka orðum þessa þáttar fyrir. Já, ég held að þetta minnir mig á svolítið, sko, ég man þegar ég var lítill krakki, amma mín var frá Siglufirði og ég fór í heimsókn þangað og þá fórum við einu leiðina sem var boðið þar og voru strákagöng og þetta þótti mjög merkilegt vegna þess að það voru ekkert mikið að göngum á landinu á þeim tíma þegar ég var krakki og ég keyrði þetta aftur í sumar að þá hafði ég ekki keyrt það lengi. Og ég sá hversu vinsæl leið þetta var fyrir ferðafólk. Það mjög mikið af ferðafólki sem einmitt að fara þessa leið gegnum Strákagöng og síðan halda áfram gegnum Héðinsfjarðargöng til Akureyrar. Þannig að út frá ferðamennsku að þá þetta alveg gífurlega mikilvægt og við erum líka fyrir ferðaþjónustunni. Við viljum leggja áherslu á ef við náum ferðaþjónustunni upp út á landi, ekki bara fyrir útlendinga heldur líka Íslendinga að þá vetrarferðaþjónusta eitthvað sem við getum rosalega spennandi og þetta atriði sem við höfum ekkert litið á og þá það algjörlega lykilatriði að staðir svona eins og Fjallabyggð og Siglufjörður og Ólafsfjörður að það sé aðgengi að þeim að þá gífurlegir möguleikar að byggja upp vetrarþjónustu. En ég vildi gjarna tala við ykkur mjög lengi því það skemmtilegt, fróðlegt og þetta hafa verið afskaplega góðar upplýsingar sem hér hafa komið fram. En ég verð því miður að segja þetta gott í dag og bara þakka þér Guðmundur og þakka þér innilega líka Unnur fyrir að vera með okkur. Ekki málið það. Þetta svo sannarlega útrætt en þetta gríðarlega hagsmunamál og ég heyri það að Sósíalistaflokkurinn hann hefur miklar hugmyndir hvernig megi breyta þessum málum allt í þágu almennings með verja hagsmuni almennings fyrir meðal annars því að samgöngur séu þannig reknar að þessi sóa peningum almennings í stað þess að nýta það sem best. En ég held við séum þetta gott í bili og takk fyrir. Takk fyrir kærlega.